sértu sveitin mín, sumar vetur ár og daga, engi fjöllin náinn þín, yndislega sveitin mín, hedra mig og heim til sín, huga minn og fjarlæg daga, blessuð sértu sveitin mín, sumar vetur ár og Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Biðjum, almáttigi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbittnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Amen. Stóð ég út í tunglsljósin, stóð ég út við skóg, stórir komu skara, á álum var það nóg. Lesu þeir á söng lúðra, bar þá að mér hljóð. Jötlunar gullu á heiðskírri nótt. Jötlunar gullu á heiðskírri nótt. Hleyptu þeir á fanghvítum hestum yfir grunn, hornin ljóa gullrönnu blika við lund, eins og þegar álfið á ísagrárri spöng, fljúga suður heiði með fjaðraþýtt og söng, fljúga suður heiði með fjaðraþýtt og söng. Heilsað hún mér drottning og hjó að mér leið, hjó að mér og hleypti hestinum á skeið, var það út af ástinni mungu sem ég ber, eða var það freyming sem kallaði mér, eða var það freyming sem kallaði mér. Postulinn ritar, kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún munu líða undir lok. Því að þekking vor er í mólum og spádómur vor er í mólum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í mólum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapinn.
Nú sjáum vér svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum vér sjá augliti til auglitis. Nú þekking mín í mólum, en þá mun ég gjörþekkja, eins og ég sjálfur gjörþekktur orðinn. En nú varir trú, von og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. Orð Drottins. Pabbi minn, hve undursamleg ástin var. Pabbi minn, þú ávallt tókst mitt svar. Aldrei var neinn svo ástúðlegur eins og þú. Pabbi minn, þú ætíð skildir allt. Liðin tíð, leiddir þú mig lítið barn. Brosandi blítt, þú breyttir sorg í gleði. Pabbi minn, ég dáði þína léttu lund, leikandi kát. Þú lékst þér á þinn hátt. Pabbi minn, hve undursamleg ástin var. Æskunnar María mér í dag. Liðin tíð, leiddir þú mig lítið barn. Brosandi blítt, þú breyttir sorg í gleði. Pabbi minn, ég dáði þína léttu lund, leikandi kát. Þú lékst þér á þinn hátt. Pabbi minn, hve undursamleg ástin var. Æskunnar Maríar mér í dag. Pabbi minn, pabbi minn, pabbi minn, pabbi minn. Heyrum heilagt Guðspjall eins og það skráð hjá Mattíusi Guðspjallamanni. Þegar Jesús sá mannfjöldan, gekk hann upp á fjallið. Þar settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá hóf hann að kenna þeim og sagði meðal annars: Þér eruð ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góð verk yðar og vegsami föður yðar sem á himnum. Þetta orð Drottins. Mig dreymir dagar og nætur, að dalinn fyllir sól og von. Í fallegum
sama stíl. Við horfðum á sama heiminn hrynja, við háðum sama stríð. Þú kemur á hvítum hesti með koss á vörum þér. Æ, gerðu það fyrir mig, góði besti, gerðu hann öðrum en mér. Leitaði ljós og hlýju, en lífið dró mig fjær og fjær. Og fagnandi kem ég og finn þig að nýju, við fjallið þar sem hjartað slær. Já, fagnandi kem ég og finn þig að nýju, við fjallið þar sem hjartað slær. Þú kemur á hvítum hesti með koss á vörum þér. Æ, gerðu það fyrir mig, góði besti, gerðu hann öðrum en mér. Æ, gerðu það fyrir mig, góði besti, gerðu hann öðrum en mér. Æ, gerðu það fyrir mig, góði besti, gerðu hann öðrum en mér. Náðsemið yður og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Amen. Þegar lagt upp að morgni bjart frá brúnað sjá, til Bláfjalla í austri og sól á Sléttafelli. Og trippin rekast vel yfir heiðina há, huldumanna byggðir hjá gangnamannahelli. Þótt hnyklist úði grár þröm og fremrafall, þú finnur þér í hjarta bjarnaril. Það kynni að reynast vandratað Kolugafjall, en verður áð við Skáldagil. En hófsár gerast trippin á leið leggjarbrjót og lítið gras á Hungurbakka, á Stórasandi og Kili, við Ströngukvísl og Þjót, það sem straumabrimið skellur hátt á makka. Hug og geð, og þú herðir grip svipu þína og taum til að berjast við þann straum sem þú berst þó alltaf með, til að berjast við hinn ósigrandi straum. Guðmundur Böðvarsson yrkir svona þekktan hestamann, og að breyttu breytanda getur sumt í þessu ljóði, líkastir aldrei alltaf, áttið Magnús og Kjóastöðum og reyndar okkur öll hér. Hér er fjallað ævigönguna, ferðalagi sem við erum öll á, og tímans straum sem enginn ræður. Þetta ferðalag gefur sín góðu fyrirheit í upphafi. Það tilhlökkun í loftinu, en eins og gengur rætist sem að móta, annað ekki. Það eins og gengur. Enginn kemst áfallalaust í gegnum lífið. Við getum lent á þeim stað þar sem ekki dugar nema harkan og útsjónarsemin, áræðið
og það má líka alveg kalla það karlmennsku. En ég er líka handviss að oft hefur Magnús heitinn fundið bjarnarílinn, sérstaklega þegar hann var kominn á fjall, á bak litla grána eða sóta og þar í góðra vinna hópi. Og ekkert verra að það gutlaði aðeins á pytlunni þegar skiptiverkum dagsins var lokið. Þá eins og við fjöldamörg tækifæri önnur var hann gjarn á að taka lagið. Hann hafði góða söngrödd og mikla unun af að syngja. Og það vita reyndar allir sem eitthvað hafa tekið þátt í söngstarfi og kórastarfi að það er ómögulegt að vera í vondu skapi þegar maður syngur. En Guðmundur yrkir áfram. Frá Raugakvíslafitjum er langt í Hvannamó og loftið stundum myrt af sandaróti. Og kannski fyndist einhverjum að komið væri nóg en klárar orðnir þreyttir að sækja upp í móti. Og blær af jökulhorni er bitur eins og sverð, hinn blakki mel harður eins og steinn, og þér er orðið ljóst að það er eitthvað og þóttu hrópir gegnir ekki neitt. Ég er nú samt á því að þessa línur eigi eitt sérstaklega verið Magnús og hann hef alltaf verið einn á ferð. Vissulega þurfti hann eins og hver annar maður að taka sínar ákvarðanir og standa með þeim, sama hvað samtíma hans þótti það. Og það getur verið einmannlegt að halda sínu striki. En hann var frábær félagsbróðir og átti gott með að láta þessi linda við annað fólk, enda varla hægt annað komandi úr þessum stóra systkinahópi. En Eyvindur Magnús Jónasson, Maggi á Kjóa eins og hann var gjarnan kallaður, hann fæddist á Kjóastöðum fyrir Biskupstungum 20. febrúar 1952. Foreldrar hans voru Jónas Ólafsson bóndi í Kjóastöðum og Sigríður Gústafsdóttir húsmóðir þar. Hann átti 15 systkini og lifa því öll bróður sinn. Og þau eru Sigríður, Gústaf Svavar, Ólafur Þór, Karl Þórir, Svanhvít sem hann kemst í miður ekki hingað í dag, beðið fyrir innilega kveðjur, Þórey, Halldóra Jóhanna, Guðmundur Steinar, Loftur, Þorvaldur, Guðmundur, Ágústa Halla, Egill, Bárður og Sigþrúður. Kjóastaðir eru við hálendisbrúnina eins og allir vita og þar ólst hann upp við alla þá þroskakosti sem þar gáfust og þeir voru ætnir. Hann lærði að vinna og vinna vel og samviskusamlega. Faðir hans hélt börnunum vel til vinnu enda þurfti búið margs við og hann gekk á eftir því að börnin stæðu sig. Móðir hans blíð og umvefjandi átti alltaf tíma fyrir þau þótt maður hefði ekki gert ráð fyrir því svona að fyrra bragði með þennan stóra hóp. Og eftir að Magnús fór sjálfur að búa á Kjóastöðum en foreldrar hans hættir búskap að þá áttu þau heima þar enn í skjóli þeirra Kristínar og það var börnum þeirra afar dýrmætt að eiga þennan góða afgang að afa og ömmu. Hann gekk í barnaskólann í Reykholti, sóttist námið ágætlega þótt hann hefði engan sérstakan áhuga á bóknáminu. Hann var utandyravörður, vildi vera úti í verkunum og hafa eitthvað fyrir stafni. En þó var hann nú innandyra eða niður í kjallara þegar mamma hans kom að honum, valla fermdum, að reykja pípu. Og hvað ertu að gera, Maggi minn? Mun hafa sagt, en það alltaf ekki meira. En pípunni sleppti hann svo tæpast eftir þetta, þar til hann reyndi að skipta yfir í sígarettur, sem mér finnst nú alltaf heldur verri í bíti. En hann reykti alla tíð eftir það. Og þá haustið fór hann líka í fyrsta sinn á fjall, og það er ekki ofsagt að hálendið hafi togað í hann alla tíð mjög sterkt. Og eftir því sem að tímar liðu og hann farinn að búa sjálfur, þá varð hann eiginlega algerlega óþolandi á heimili, svona hálfum mánuði áður en hann fór á fjall. En svona ljómandi skemmtilegur og glaður þegar hann kom heim aftur. Og eftir barnaskóla fór hann í íþróttaskólann í Haukadal, en 16 ára réðist hann til vinnu sem fjósamaður við bændaskólann á Hvanneyri. Og þótt hann hefði einungis status fjósameistara en enga kennsluskyldu, þá var hann nú samt farinn að kenna nemendum mjólka. Haustið 69 hóf hann svo nám við bændaskólann á Hólum, hvaðan hann útskrifaðist búfræðingur 71 og hann safnaði sig sjálfur fyrir námsvistinni. Nú að námi loknu tók við hefðbundin bústörf heima á Kjóastöðum og víðar, auk þess sem hann stundaði sjómennsku eina vertíð.
Það er frá Grindavík á Helgu RR 49, þetta munar mannfólk ennþá, númerið á bátnum, þótt þetta hafi verið árið 73, en hann lét þessa einu vertíð duga, því honum leiddist sjómennskan. Hugur hann stóð eiginlega akkurat í hina áttina, til fjalls. Hann starfaði mörg haust í sláturhúsi Sláturfélags Suðurlands í Laugarási og þar kynntist hann einmitt verðandi eiginkonu sinni, en haustið 73 hóf Magnús búskap á Kjóastöðum með foreldrum sínum og þau Kristín tóku svo við þeim búskap. En þann 8. nóvember 75 kvæntist Magnús eftirlifandi eiginkonu sinni, Kristínu Ólafsdóttur. Þau eignuðust 5 börn. Elst er Anna Björk, búsett á Selfossi, hennar eiginmaður Gunnlaugur Örn Gunnlaugsson og dætur þeirra Ólöf Arna og Sóley Dögg. Dóttir Ólafar Örnu er Anna Sif Hjaltadóttir. Þá er Guðrún Svanhvít, búsett í Bræðratungu, Biskupstungum, eiginmaður hennar er Kjartan Sveinsson og börn þeirra Sigríður Magnea, Unnur og Magnús Skúli. 3. er Guðmundur Páll, búsettur í Reykjavík. 4. Hrafnhildur Ólöf, sem býr í Noregi. Hennar sambýlismaður er Jónas Högseth, en dóttir hennar Björk Hrafnhildardóttir Vík. Og yngst er Lovísa Tinna, búsett í Reykholti Biskupstungum. Dóttir hennar er Kristín Katla Hjörleifsdóttir, en sambýlismaður Lovísu er Veigar Freyr Kristjánsson, sonur hans Ólífer Nóel. Sambúð þeirra Kristínar var afar farsæl og falleg. Vissulega ekki hnökralaus frekar en hjá nokkrum öðrum hjónum, en það var Njáls og Bergþóru bragur hjá þeim að því leyti að eitt skildi yfir bæði ganga. Þau tóku alvarlega þetta með í blíðu og stríðu og sönnuðu að hjón þurfa ekki að vera eins til að vera eitt. En hann var stoltur á hópnum sínum, góður uppálandi og þau hjón bæði. Auðvitað þurfti að halda börnum að verki og hann skilaði alveg áfram því vinnu siðferði sem hann hafði alist upp við og var heilbrigt og gott. Hann var ákveðinn en alltaf sanngjarn. Hann gat líka verið meinstríðinn við börnin, svo sem þegar hann manaði dætur sína til að eta súran hal og bauðst til að borga þeim 500 kall fyrir. Og það gekk nú svona og svona, en það var þó ekki fyrir það að þau kynnu ekki að eta hefðbundinn mat, þau voru nægjusum, bjuggu við góðan kost en enga sérstakan íburð, sinntu sínu búi, en það var ekki mikið verið að reisa niður í sveitir eða frílista sig í ábyrgðarleysi. En svo þegar barnabörnin komu til sögu þá sýndi hann á sig mýkri hliðar og var einkar ljúfur við þau. Magnús var sérlega handstór maður og það var eitthvað svo fallegt að þegar hann lagði sína stóru hönd við vangafa barns síns, þannig að höfuðið hvarf nánast í lófann. Og þetta minnir á línu úr sálmi sem gjarnan er sungin eftir Sigurbjörn Einarsson, þar sem hann segir: lófið þinn stór, vort eilífa hlé. Og það var þannig að hjá honum var skjól að finna og samband hans við barnabörn sín öll alveg einstakt. Og eftir 1990 starfaði Magnús samhliða búskapnum hjá Landgræðslu ríkisins og fór fyrir flokki sem sá girðingar og gróðursetningu lúpínu, meðal annars á Biskupstungn, Afrétti og Haukadalsheiði. En miðjan áratuginn hættu þeir búskap með kýr. Þarna á fjallinu var hann afar vinsæll maður, yfirmaður, margir nutu góðs af að vinna undir hans umsjá, ekki síst ungmenni úr tungunum. Hann var duglegur að segja þeim til og kenna þeim örnefnin inn frá. Og vafalítið hefur hann líka frætt þau ágæti lúpínunnar, því hana mat hann mest þegar að komað uppgræðslunni. Og ef mér brestur ekki grasafræði þekkingi þá sýnist mér að vera hér ekkert svo langt undan. Enda hefur blessuð lúpínan prýtt landið og mun búa í haginn fyrir þann gróður sem á eftir kemur. Og að því leyti er hún fyrirtaksmyndlíking það hvernig eldri kynslóðir víkja fyrir hinum nýrri og leggja á sig að búa næstu kynslóð hagfelld skilyrði til vaxtar. Má eiginlega segja þar sé fórn að ræða. Og skila betra landi en því sem fyrir var, og það er einmitt aðall uppgræðslunnar. Og gildir þetta líka sínu leyti okkur mannfólkið. Og megum við vera þakklátir mönnum sem skila þessari veröld í betra standi en hún var þegar þeir komu í heiminn. 1998 hóf hann störf hjá smíðafyrirtækinu Biskverk og starfaði þar í 19 ár,
En síðustu starfsár vann hann hjá Límtré á Flúðum, en þó hefðbundin búskapur hefði minnkað með árunum, þá héldu þau alla tíð sauðfé. Í hátt var Magnús hæglátur maður og óáreitinn, sérlega umtalsgóður, vildi láta menn njóta sammælis, engar ljúfur en alveg fráleitt skaplaus, þótt hann kynni vel að hemja skap sitt, en hann var heldur ekkert fyrir það að berast mikið á. Hins vegar var hann hverjumanni skemmtilegri og gleðinnan maður á góðri stund. Hann átti alltaf góða hesta, var engan laginn við skepnurnar og sérstaklega var hann natinn með hestana, gat róað styggustu hesta og allt samband hans við þá svo átakalaust. Hann var og mikill hestamaður, teinréttur og glæsilegur í ásetunni, en sumum fannst einkennilegt að hann væri alltaf með kanínun á höfðinu, en svo kallaði heimilisfólki loðhúfunars. Í það minnsta skipti hann aldrei á henni og reiðhjálmi. En fyrst og fremst var hann fjallamaður og leið hvergi betur en þegar hann fór á fjall. Og sjálfsagt hefur hann getað fundið einhvern samhljóm með Jóni Helgasyni, þar sem hann segir í kvæði sínu á fjöllum: Þar sem næðir nakin grjótin nærist hvorki skrök né blekking, vatnaskilin, veðramótin, veita dýpra skyn og þekking. Og það er þannig að í slíku umhverfi skerpist á einhvern undarlegan hátt fyrir manni hvað skiptir máli og hvað er einskisvert. Hann satt lengi í fjallskilanefnd Biskupstungna og voru fjallferðir á Biskupstungna afrétti órjúmanlegu þáttur af lífi hans. Hann fór nær óslitið til fjalls í fyrsta safn frá fermingu til ársins 23 og var fyrirlið í eftirsafni á framafrétti Biskupstungna afréttar árabil. Áratugum saman var það þannig að hann keypti sér nýja gallabuxur fyrir hverja fjallferð. Það ekki illa að koma hann með reiðbuxurnar en hafðist ná á endanum og þá fann hann vitaskuld muninn. En fjallferðir voru nánast heilagur hlutur fyrir honum. Það var alltaf hugur í honum og ef hann var kannski upp við Bláfell og menn hvergi sjáanlegir, hugsanlega af því að hann væri sjálfur í heldur þéttum takti, að þá sneri hann fingrunum saman og spurði nokkuð oft: hvar er mannskapurinn? En fjasaði samt aldrei á fjalli. Og hann var sannarlega í essinu sínu þegar hann var kominn í skálan eftir góðan dag á fjöllum. Þá runnu gjarnan upp úr honum blautlegar afmósvísur sem eru ekki eftirhafandi hér, en áttu ágætlega við stað og stund, þar og þá. Hann var nefnilega eins og alfræði orðabók að þessu leitinu. Ég veit allavega ekki neitt sem að hefur rekið hann á gat þar, en honum voru þær þó ekkert sérlega útbærar alla jafna, því hann vissi hvenær þeir voru viðeigandi og hvenær ekki. En það var ekki bara að hann hefði slíkar vísur á taktinum, hann var ótrúlega fljótur að ná hvoru tveggja, lag og texta, og gjarnan hélt hann svo kynningu á nýjustu smellum ársins í Gangáskálanum, hvort sem það var Bubbi, Queen eða Rammstein. Hann var með þetta allt á hreinu. Enda var hann alltaf með útvarpið opið við vinnu sína og allt síaðist þetta inn. Ég veit reyndar ekki hvort hann gerði mikið með Britney Spears eða Taylor Swift, en hefur örugglega á þeim líka, hann kert sig það. Hann var og afar músikalskur, gekk í karlakór hreppamanna rétt eftir stofnun og söng með þeim í fjölda ára. Og svo var það sami leikur á réttardaginn, mestu hátíð bóndans, mikill söngur, mikil gleði, og Magnús dró síst af sér við söngin í réttunum með sína þýðu og fallegu bassarödd. Og þegar nóg var sungið, þá var lagt á og haldið áleiðis heim, með æðimörgum heimsóknum á leiðinni reyndar og stoppum, því það kjötsúpa var á hlóðum af hverjum bæ. Magnús tók virkan þátt í félagsmálum sveitarinnar. Hann var einn af stofnfélögum Lionsklúbbsins Geysi og starfaði með klúbbnum í fjölda ára. Var félagi í hestamannafélaginu Loga og ungmennafélagi í Biskupstungna og tók þátt í uppsetningum og lék í fjöldamörgum leiksýningum sem settar voru á svið í Aratungu. Nú síðustu misseri hafa verið honum nokkuð mótdræg hvað heilsuna varðaði. Og hann lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi 18. júní síðastliðinn eftir mjög skamma sjúkrahúsdvöl.
Ferðalagi sem að hófst hér í upphafi ræðunnar hjá Guðmundi Böðvarssyni heldur áfram. Í lok kvæðisins þegar að fer að hylla undir síðasta áningarstað, þá yrkir Guðmundur. Þá glottir snöggvast til þín hinn gamalkunna sögn goðaland sem enginn fundið getur. Og öræfanna kyrrð og öræfanna þögn allt í einu grimm sem frostavetur. Loks ber þig annað á. Það dimmt og húmað að og hinum megin engan bakka að sjá. Og hér engin brún og hér ekkert vað. Svo hleypir þú til sunds í Jökulsá. Það hljómar auðvitað hart, en vantar sögulokin, sem eru þau að jökulvatnið eitt taki við. Heldur lagt út í trausti þess að hinum megin sé land. Og góðir hestamenn eins og Magnús vita nefnilega að klárinn skilar manni yfir. Það land þarna. Vissulega hulið sjónum okkar í bili að mestu leyti, en verður meðtekið í trú. Trú sem sér lengra en að ásýnd hlutana. En straumvatnið markar skil og þessi skil eru auðvitað erfið og hugsanlega fyrst og fremst fyrir þau sem eftir verða á bakkanum, samferðarfólkið, ferðafélagana sem hafa á leiðinni tengst vináttu og kærleiksböndum, gefið af sér, fengið tilbaka í góðum og dýrmætum samskiptum. En hvað það? Samt sem áður verður hver að fara þessa ferð sjálfur, eitt síns liðs, nema auðvitað að bænir ástvina fylgja á leið, sem og að Jesús Kristur á landi lifenda sér til þess að maður komist klakklaust yfir. Hann sem var og verður, hann tekur á móti og gerir alla hluti nýja. Guð blessi minningu Magnúsar á Kjóarstöðum. Amen. Ég verið beðin að nefna við ykkur að nú að lokinni athöfn þá höldum við beint í Aratungu þar sem að ykkur boðið að þiggja veitingar, en að því loknu verður farið í kirkjugarðinn. Við byrjumst öll í óttað sama landi, í ólgu sjóum lífsígleð og þrau. Það fley okkar á boðum steikt og strandi, í stormi fást á örvænjanda brau. Ég veit að handan ógnar strandar og dans, stundar miklu býst. Það ríkir fegurðin í fullkomnun og sælum, fegurðin sem enginn orð fá líf. Það ríkir fegurðin í fullkomnun og sælum, fegurðin sem enginn orð fá líf. Ég þáði ást og atlot foreldrana, og ástin stóra kom og gaf mér að. Núna skal ég nýja lendur kanna, og nýstu brosið fleimir brímið kall. Ég lít í anda ástvinina kæru, sem aldrei bregðast verki sem allt snýst.
til moldar og á henni rís. Til jökulsins og himinsins frjálsferju, þar fegur og var hverju kröfur vís. Jarðlífs hinstað var að mér líður, og eldingin við lýstur það víst. Þá ríkir fegurðin, já fegur alvans á stað, fegurðin sem engin orð fá lýst. Þá ríkir fegurðin, já fegur alvans á stað, fegurðin sem engin orð fá lýst. Ég lyftist til landans háfjalla og symfóníu drottins nýr. Við ljúfan englasöng í lúðrar gjalla, ég lít þeim örlögum taka hlýr. Ég fer þangað sem friðurinn mér veitist, til ferðalagsins mikla nú ég býst. Það ríkir fegurðin, já fegur alheims andans, fegur Guð sem engin orð fá lýst. Það ríkir fegurðin, já fegur alheims andans, fegur Guð sem engin orð fá lýst. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guðs sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrir búið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar þjóðunum og til vegsemdar þínum útvalda líð. En allar bænir felum við í bæninni sem drottinn kendi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Far í lífets guðallega hav, goffa springende til, som alltid lyst på en kaffekopp, og til at kaste vår tid på en liten kropp. Ja, en farfar i livet skulle alle ha. Farfar i livet skulle alle ha. Bäst var användes en tid med
allt som ej går ut och lurer på. Min farfar sin nöjster där alltid rå. Ja, en farfar i livet skulle alla ha. Och en farfar i källdress skulle alla ha. Som luktar av olje och kött. Och med lommen är full av gamla skrå. Det är mycket förbruk för i goffas råd. Ja, en farfar i livet skulle alla ha. Farfar sitt far, det är gott att ha. För farfar av åren är född. Med hela sitt liv kom fram av det. Och spöde jag bäst för han visar det. Ja, en farfar i livet skulle alla ha. Ja, en farfar i livet skulle alla ha. Ég bið ykkur að rísa á fætur. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Drottin minn gefi dauðum ró, hinum lík er lifa. Smávinir faðmurinn foldar skart, fíll í haga, rauð og blá. Brekkusóley við mætum margt, muna hvort öðrum að segja frá. Faðir og vinur alls sem er, annastu þennan græna reit. Blessaðu Faðir blómin hér, blessaðu þau í hverri sveit. Vesalinn sóley
Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs föður, Sonar og heilags anda. Amen.